Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég er stjórnandi þáttarins. Til þess að hlaðvarp eins og þetta geti vaxið og dafnað er nauðsynlegt að vera með góða stuðningsaðila á kantinum. Nettó er einn af samstarfsaðilum hlaðvarpsins og ég get ekki lýst í hvaða er þægilegt að versla í appinu þeirra og fá sent heim að dyrum. Ég mæli svo sannarlega með því fyrir önnum kafifólk. Þessi þáttur er einnig í boði Spírunar, en Spíran er án efa uppáhaldsveitingastæðurinn minn. Maturinn er dásamlega góður, allur eldaður frá grunni og af mikilli ást. Hvort sem það er einhver af kjúklingaréttunum þeirra, grænmetisréttum, bleikjan eða naut og bernes á föstudögum, ég fæ bara vatn í munnin við að lesa þetta. Og ég mæli með að þú kíkir á Spíruna næst þegar þú vilt gera vel við líkama og sál. Þáttur dagsins er tekin upp hérna í Nóa Sirius stúdíói podcast stöðvarinnar. Hjá mér í dag eru heldur betur góðir gestir. Það er hún Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason. Verið hjertanlega velkomin. Takk fyrir. Búin að vera heldur betur spennt. Við ætlum að hittast á síðasta ári. Svo er það bara komin 1. apríl. Það er ekkert aprílgap. Þetta er ekki aprílgap, nei. Vonandi ekki. Nei, en það er ótrúlega hvað tími líður og ég er ekkert maður þakklátt fyrir að þið séu komin. Bara frábært að vera þetta. Mér langar svolítið svona að kynnast ykkur báðum. Flestir vita að þú ert búin að bjóða þig fram til embætti forseta Íslands og þannig að þú ert á margra vörum, væntanlega, Halla. Líklega. En mér langar svona að kynnast kannski bara svona ykkur í sitt hver lagi og síðan ykkur sem hjónum og svo kannski spanna svolítið svona heilsu, hvernig þið hefur hugsað hana og hvernig þið hugsaðu hana í dag og slikt. Þannig að má ég kannski byrja þér, Bjössi, að hver er Bjössi? Já, ég er strákur úr Grindavík, fæddist í Reykjavík en ólst upp í Grindavík og ég er eiginmaður og faðir, ég er heilsukokkur, íþróttamaður og svona upp á síðkastið þá hef ég verið að færa mig meirinn á svona andlegu hliðina líka. En ég er bara, eins og ég sagði í byrjun, strákur úr Grindavík sem að hefur bara upplifað ótrúlega hluti, ferðast út allt og starfað á mörgum stöðum. Já, þannig að svona í stuttumáli þá er það Björn. Já, svolítið erfitt kannski að vera Grindvíkingur í dag. Það er, ég náttúrulega get ekki sett mig í spor fólksins sem býr í Grindavík en þau alla mína samúð og mikið af vinum og ættingum sem eru bara að fara í gegnum hræðilega hluti í dag. Þannig að þetta er ofsalega erfið staða og flókin. Þannig að eins og ég segi, ég get ekki sett mig í þeirra spor. En hefur alltaf haft svona miklu áhuga á heilsu? Hvað byrjaði þetta? Alltaf haft gríðlega mikið áhuga á íþróttum. Ég var í öllu. Ef það var eitthvað, sérstaklega bolti, þá var ég í því. Það var fótbolti, handbolti, körfubolti. Ég var í tennis, badminton, ég var í golfi, blaki, ég var í öllu. Systir mín kenndi mér að byrja að labba á höndum þegar ég var 7 ára. Þannig að ég var farin að labba upp og niður tröppurnar heima bara áður en ég vissi af. Þess vegna ertu svona góður í crossfit. Já, ég líkamlegt átti og á gríðarlega vel við mig og hefur alltaf gert og ég er bara alæta á íþróttir og ég þarf að hreyfa mig, ég finn það. Þetta er bara einn af þeim hlutum sem að ef að ég missi úr því að hreyfa mig að þá er ég bara ekki í lagi. Þannig að það hefur fyllt mér alla tíð og Halla veit það að ef ég er eitthvað pirraður þá segir hún bara að þú er að fara út að hlaupa eða að gera eitthvað. Já, Þannig að akkurat. Og heilsukokkur, það er ekkert margir heilsukokkar á Íslandi. Er nokkuð? Nei, ég allavega ekki sem hafa farið í þetta nám sem ég fór í. Reyndar veit ég eina íslenska stelpu sem að gera það. En þetta atvikaðist þannig, ég var að vinna í bönkunum, var í Íslandsbanka og svo síðar með Höllu í Auði Kapital
og ég var að stýra peningum fyrir fólk og ég fann mig bara, það gekk gríðarlega vel en ég fann mig bara ekkert í því, mér leiði ekkert vel, það var engin fylling í því og hún spurði mig þá einn daginn hvað langar ég til að gera, hvað viltu gera ef það væru allar dyr opnar og ég hugsaði mig aðeins en var svo fljótur að svara að mig langar til þess að læra að verða kokkur og það kom algjör uppeyja og það kom svolítið á óvart en ég hef náttúrulega alltaf verið gríðarlega áhugasamur mat og matreiðslu og um að elda og mér sé að þegar börnin okkar voru bara tiltölulega nýfædd þá ákvað ég að við myndum reyna að elda frá grunni og það var löngu fyrir kokkanámið elda frá grunni mat fyrir þau allavega 5-6 daga vikunar og það hefur það gengur ekkert alltaf upp það koma stundum einhverju svona skyndibitar en þau í dag þau biðja að fá frekar pappamat heldur en að við sækjum eitthvað. En dagsamlegt. Já. Þannig að sem sagt ég að vinna í bönkunum og ég ákveð bara að mér langar til þess að taka uppeyju og við finnum hérna nám í New York. Þetta í febrúar 2012 og 7. mars minni með þá erum við komin til New York. Já, vá. Og það voru allir að tala við okkur að þetta tekur 6 mánuði eða 3 mánuði eða eitthvað svoleiðis en við bara gerðum þetta á einhverjum 20 eitthvað dögum og við fundum íbúð, við fundum skóla fyrir börnin og þau voru bara komin í skóla bara 7. eða 7. mars og ég komin í kokkanám og ástæðan fyrir því ég valdi heilsukokkanám var að þetta kallaðist veganám og þetta var við skóla sem hét Natural Gourmet Institute í New York og ég var bara svo ákveðin í það að mér langaði til þess að læra meira svona kann ekki íslenska orðið yfir þetta svona alternative cooking á þeim tíma vegan var að verða svona, það var að verða vinsælla en þetta var ekkert mikið þetta og mér langaði bara til þess að læra svona öðruvísi uppskriftir og öðruvísi hugmyndafræði þegar kemur að eldamennsku og þetta náttúrulega grunnurinn í þessu námi bara að þú getur læknað sjálfa þig með mataræði. Akkurat. Og það sem að fókusin gríðarlega mikið á grænt og grænmeti og ekki kjöt en við náttúrulega borðum bæði kjöt og fisk en við höfum náttúrulega minnkað það mjög mikið síðustu ár, sérstaklega rautt kjöt. Mér finnst það mér svo flott, ég kann ekki að segja þetta alveg eins vel á íslensku en ég ætla að segja þetta ensku en mér dætti þetta í haug your food can either be your best medicine or your slowest form of poison. Já. Þetta einhverstaðar og þetta svo satt að við erum allt sem við erum að láta ofan í okkar náttúrulega bara okkar orka og okkar eldsneyti og fer inn í bara okkar einustu frumu Alkjörlega. Og hvaða byggingarefni viljum við hafa til að byggja okkur Algjörlega og það var kannski svona framhald af því eins og ég sagði að ég vildi elda frá grunni fyrir börnin að það svo mikið af ef að grunnurinn ekki góður ef að þú byrjar ekki snemma á þessu með börnunum þínum og þá þetta bara mjög erfitt þau læra að borða öðruvísi eða vittlaust að mínu mati það gríðarlega mikið sykur neysla hérna á Íslandi við erum Íslandsmeistarar og heimsmeistarar í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur mikið góstrykki, sykurdrykki, orkudrykki og ég bara og annað við náttúrulega heldum við keyptum bara ekkert gos þannig að þau lærðu ekkert að drekka gos heldur þannig að það var bara vatn eða mjólk eða eitthvað svoleiðis þannig að það skiptir greiðlega miklu máli og fordæmið hjá okkur þau ekkert, þegar þau eru 5 ára að fara út í búð að vesla, við gerum það og það sem að skiptir máli bara hvað í körfunni og hvað við komum með heim Það alveg rétt, við erum fyrirmyndirnar börnin gera það sem við gerum, ekki það sem við segjum það bara þannig sko En Halla, þinn bakgrunnur og svona, hvað mótaði þig mest? Það svo margt, en Bjössi breytti öll í mínu lífi, kannski best að byrja á að segja, við erum búin að vera saman í 25 ár núna í vor og gift í 20 af þeim og já, var eiginlega bara hinn fullkomni
félagi í lífinu og eiginmaður og faðir og eins og þú heyrir. En ég myndi segja að ég hef komið allt aðra leið inn í að svona heilsu og ég var nú að hugsa þegar við gengum inn Erla að við komum alveg sko, við erum nú ekki heilar en svo að við sko kláruðum sitt hvort stórt páskaeggið í gær og gengum svo hérna inn og tölum heilsuna. Þannig að ég held að sé mikilvægt að segja það vegna þess að ég held að ekkert okkar sé fullkomið og ég það svo sannarlega ekki á þessu sviði. Bjössi mér mun betri á öllum þessum sviðum. En ég byrjaði starfsferilinn í Bandaríkjanum eftir háskólanám og vann fyrst hjá Mars fyrirtækinu, sælgætisfyrirtækinu og svo hjá Pepsi Cola. Þannig að ég byrjaði sko í sykruðum vörum. En það má kannski segja að þegar ég að verða 30 og búin að vera næstu 10 ár í Bandaríkjanum, að þá vakna ég dálítið upp við þörfina fyrir að finna ríkari tilgang með lífi mínu heldur en að selja eða styðja við sölu á meiri sykruðum vörum. Það snerist kannski ekki heilsu átak hjá mér þá, en það snerist dálítið þessa svona innri heilsu. Og ef við ekki að segja að allt mitt líf hafi eða allar götur síðan meira og minna snúist það að reyna að virkja minn innri kraft og kraft annara til góðra verka. Frá því að vera kennar í háskólanum í Reykjavík, í það að vera frumkvöld sem að bæði var með verkefni auður í krafti kvenna og virkilega vilja virkja kraft kvenna, sjá það sem kannski merkilegustu orkuauðlind og kannski ekki alltaf best nýttu orkuauðlind Íslands og í það að stofna Auði Kapital, í það að halda þjóðfund eftir efnahagshrunið okkar 2008, í það að vinna í því starfi sem ég er búin að vera í síðustu 6 ár, þar sem ég er að vinna með leiðtogum allan heim og sem hafa náð undraverðum árangri hver á sínu sviði, en hafa komið saman að því að þeir telja að heilsa samfélagsins og efnahagslífsins og viðskiptalífsins sé kannski ekki eins og best verður á kosið. Þannig að ég hugsa kannski dálítið mikið þessa innri heilsu og þessa svona samfélagslegu heilsu eða heilsu samfélagsáttmálans og mætti stundum vera duglegri í íþróttunum og því sem að Bjössi næra forgangsraða betur en ég. Já, en þið eru góð saman. Þið hafið góð áhrif á hvort annað, augljóslega. Ég vona það. Ég vona ég hafi jafn góð áhrif á hann og hann hefur á mig. Æ, dásamlegt. Í bókinniðinni, þá segir hún náttúrulega sögu, bókinnin hugur ekki til að hafa áhrif. Hún er búin að vera á náttborðinni í svolítinn tíma og þetta glugga í hana. En ég mæli algjörlega með að fólk lesi hana ef að það vil kynnast þér og þínum störfum. En B-Team, myndirðu segja að það hafi breytt sýn þinni mikið eftir að þú hófst störf þar eða hefur bara alla tíð verið svona þengjandi? Ég held að B-Team hafi frekar sko styrkt mig í því að ég sé ekki einum að hugsa eins og mér finnst ég alla tíð að hugsað. Okay. Að það er eiginlega bara strax þegar ég er að vinna í Bandaríkjunum sem að ég finn eitthvað tilgangsleysi með því að hámarka hagnað til skamms tíma. Reyndar var þetta allir munur á því að vinna hjá Mars fyrirtækinu sem var í einkaeigu og að vinna hjá Pepsi sem var skráð á markað. Ég held að svona heilsa viðskiptalífsins og jafnvel efnahagslífsins hafi hugsanlega verið góð uppalega þegar við byggum til lögmálin kringum efnahagslífið og fjármálamarkaði en hafi rakað í mjög langan tíma og í rauninni kannski höfum við verið að stunda viðskipti og reka efnahagslífið á kostnað hvers sem er. Kostnað heilsu okkar, bæði andlerar og líkamlerar, kostnað náttúrunnar, ofta á kostnað samfélagsáttmálan og þannig að ég hef allan tíð haft áhuga á þessu frá því að ég sneri heim og ég kendi mikið í kringum þetta í háskólanum í Reykjavík, var mikið að reyna að hjálpa fólki að vinna með sig sjálft, að vinna með sinn innri áttavita sem að ég tel að við svona fáum ekki alveg nógu mikla kennslu í, það er enn verið að kenna okkur viðskiptafræði að mínum að eftir svona gömlu leiðtogabókinni. Ég hef trú á nýju leiðtogabókinni og hef notið þess að koma þeirri hugmyndafræði frá mér með þessum öflugu leiðtogum sem koma saman í B-Team. Við stofnuðum Auði Kapital í kringu það að við vildum hagnast á grunni góðra gilda, að við teldum að kvenlægari gildi ættu að fá sitt pláss í fjármálageiranum, í viðskiptalífinu og við vildum tala hluti sem að kannski mörg okkar finna innra með okkur en má ekki segja upp átt. Það er til dæmis eins og samkeppni sé einhvern veginn grunngildið sem að alltaf er lagt upp með en ég tel að umhyggja fyrir fólki og samfélagi sé allavega jafn mikilvægt gildi og best séu þessi gildi í góðu jafnvægi. Og kannski kom þetta bara heiman frá mér. Pappi, ég er dóttir pípara sem að nýtti sína menntun og sitt svona sín erfiðu æsku ári að gera gagn, hann bjóð til lítið fyrirtæki að setja jarðhita í byggingar í
í Kópavoginum á þeim tíma þegar Ísland var uppgötvað jarðhitann og þannig að hann var svona frumkvöðl í sjálfbærni má segja og mamma er þroskaþjálfi og hún vann mikið að því að fatlaðir fengju að finna tilgang með sínu lífi og sjálfstæða búsettu, fengju að vinna, fengju að ákveða hvernig þau nýttu peningana sína, fengju sjálfstæða búsettu þannig að hún var kannski ákveðin frumkvöðl í málefnum fatlaðra, vann á Kópavogssælinu sem þá var og kallað og oft voru fatlaðir þá kallaðir nöfnum sem að við myndum ekki nota í dag þannig að ef ekki að segja að mamma og pappi hafi kannski innrætt mér bara gildin og sýnin á samfélagið að við ekki að skilja neitt eftir og við getum nýtt okkar athafnakraft til góðs. Já, þannig að þú fengið þetta svona frá þeim að vilja hafa jákvæð áhrif. Ég held það og ég held að það sé í okkur öllum Erla og ég held að það sé ótrúlega mikilvægt og skilaboðin og ástæða þess að ég skrifa þessa bók er að heimurinn er að horfast í augu við alls konar áskoranir, við erum í stríði, við erum að horfa á umhverfis og lofslags áskoranir og við erum að horfa á afturföri jafnvel í jafnréttum og mannréttum víða og jafnvel meiri sagði hér á þessu góða landi okkar þar sem við höfum verið fremst í flokki. Ég held að við höfum öll þá innri þrá að gera gagn og láta gott af okkur leiða. Ég held að það sé tilgangur okkar allra. Við erum öll einstök og höfum öll einhver tilgang og það þarf ekki alltaf að vera að breyta heiminum en ég er algjörlega samfærð að við getum ekki breytt heiminum eða samfélaginu eða foreldrafélaginu eða vinahópnum eða fjölskyldunni eða hvað annað sem við viljum hafa áhrif á ef við vinnum ekki í innra heiminum okkar. Þannig að það byrjar allt þar. Ég er alveg sammála því sko, algjörlega. Ég hef verið með þátt líka hjónaheilsu aðeins eða ég rætti við Jónu Hrönn og Bjarna Karlsson hjón. Þetta átti að vera aðalum hjónaheilsu en svo fór þetta bara viðan völl. En hvað gerir þið svona til að rækta ykkar hjónaheilsu? Vilt þú byrja, Bjössi? Sko, við grínust stundum með það að öll þessi eventýri sem við erum búin að fara í gegnum eru svona til þess að halda okkur á tánum, halda okkur ferskum. Við erum alltaf annarkvort að flytja eða skiptum vinnu eða náttúrulega búin að ala upp börn og þannig að það er alltaf spennustigið hefur alltaf verið hátt en þegar það kemur leiði, ef það er að orða þannig, ef það kemur svona smá hægist á, þá erum við mjög fljóta að finna okkur nýjar áskoranir og við erum allavega miklu duglegri í þessu heldur en ég að vaksa andlega og ég var náttúrulega bara alltaf út að hlaupa eða í crossfit eða eitthvað svoleiðis en svo þegar við byggum í Kaupmannahöfn þá fékk ég að fara með henni á það losnaði eitt spot í það sem kallast eða heitir Transcendental Meditation og hugleiðsla fyrir mér var bara eitthvað ég er ekki að fara að sitja í 20 mínútur og gera hvað. Ég vissi ekkert hvað þetta var og hafði aldrei farið svona inn á við. En svo fórum við í vikunámskeið og þetta bara breytti öllu fyrir mér og ég síðan þá hef ég og byrjaði á þessum tíma á svona þessari andlegu vegferð sem að Halla var miklu duglegri í en sýndi mér að við þurftum að vera saman í þessu til þess að geta vaxið saman af því að annars væri við bara allt öðrum stað og ég bara leið og ég komst inn á þetta mindset þá sá ég bara að þetta var leiðin áfram og þannig að allir þessar flutningar og það sem við erum búin að gera það eru bara ævintýri og allt svoleiðis en við þurftum að taka þetta skref að vinna saman í þessu andlega og vaksa þar og síðan þá finnst mér við bara hafa vaksið mjög saman og það skiptir rosa miklu máli við séum að gera hlutina saman að þetta sé ekki bara við séum bara ekki í sig hvora horninu þó við séum náttúrulega með mismunandi áhugamál og allt svoleiðis en hver sem við erum að fara að við séum saman í því hvort sem það er barnauppeldi eða ákvarðanir þegar kemur að stórum hlutum vinnu eða eitthvað svoleiðis við erum bara par og vinnum saman í því. Já, ég myndi segja að ýta okkur út fyrir þægindar að mann hefur verið stór hluta því að skapa grundvöll til þess að vaksa og þroskast og við höfum líka alltaf, við erum mjög duglega og erum samstiga, við erum ofbúslega góðir vinir og höfum alltaf verið
en við erum líka nógu góði vinnir og kannski með nógu mikið sjálfstraust hvort sig til að leyfa hvoru öðru að vaksa eins og okkur langar til. Þannig að það má vaksa bæði sem einstaklingar og sem hjón og sem fjölskylda. Og ég myndi segja einfaldir hlutir eins og bara að reyna að hafa kvöldverðin í heiðri, hafa verið svona daglegar venjur sem hafa hjálpað okkur mikið. Svo bætist við hugleyslan. Ég fór síðan ég hef alltaf verið að íta mér mín svona innri áhersla á innri vöxt hófst álítið í efnahagshruninu 2008 því að ekki bara var ég frumkvöðl þá og sá samfélagslegt traust hrynja og bara erfiðleikar heldur veiktist pabbi þá og greindist með krabbamenn og hann dó bara viku eftir greiningu og það var mjög mikið að takast á við að missa pappa svona rætt og missa svo margt sem að maður trúði á og treysti í samfélaginu og finna svona reiðina sem var í pappa yfir óréttlætinu síðustu daga lífsans sem að fólst einhvern veginn í því sem að þá var að gerast og það hafði mikil áhrif á mig. Og ég fann að þá bara lendi ég dálítið á vegg og 3 mánuðum seinna fór ég, sagði ég við Bjössa, nú þarf ég að fara ein eitthvert og það eitthvað tengt jóga og ég fór í svona Ayurvedic eða svona sem einn elsta heilsufræðin í heimi í 1 viku og lærði heilmikið á því. Og eftir það þá hefur mig alltaf langað í meira, ég held ég hef alltaf haft þennan áhuga en ég virkilega fór að vinna meira og meira í þessu. Og það sem og síðan síðustu fyrir 2 árum, rúmum eða 3 árum, fór ég í fyrsta skipti í klaustur í Suður Fraklandi. Já, við nú kannski ekki sagt neinum frá þessu, en það heitir Plum Village og það var vietnamski munkurinn Thich Nhat Hanh sem að flúði á stríðstímum þegar stríði var í Vietnam og fór á stað með klaustur í Suður Fraklandi þar sem í rauninni kenna svona andlega vinnu og kenna í gleðin í rauninni alltaf í boði og frelsið alltaf í boði bara ef við veljum það. Þannig að ég fór með hópi fólk sem hefur mikinn áhuga á náttúruvernd og umhverfismálum og góðri samstarfskonu minni í B-tím þangað og 30 manna hópa við öllum aldri og öllum heimshornum og fannst það svo einstakt að ári eftir fór ég með marga leiðtoga úr B-tím og starfsfólki mitt allt og mikið af samstarfsfólki fór með 50 manna hóp og Bjössi fekk að fara með og þetta var svona, þarna ýttum við okkur þannig að svona fyrir utan það að takast á við áskoranir að fara í önnur störf, flytja og prófa að búa annars staðar að þá höfum við verið að ýta okkur í þessa átt og ég get alveg sagt sögu að því þegar Bjössi fór í fyrsta núvitundargönguna þá hélt ég nú að því það klukkutíma ganga í þögn í náttúrunni, þar sem þú svona með ákveðna möndrur í hverju skrefi og svo þetta erfitt fyrir marga sem ég vinn með, mikill hraði í þeim heimi sem ég vinn í og ég sjálf alltaf dálítið á hlaupum og þetta ég var búin að uppgötta áður hvað þetta einstakt en það var gaman að sjá Bjössa koma fyrstan í mark, íþróttamannin hafði ekki, og þá segi ég fyrstan í mark ekki endilega á hraða, heldur vera fyrstu til að réttu pönd og tala hvað hann náði einstakri veljiðan í að fara hægar yfir og verið í núvitund og já, og svo var slökun og kennsla í búddisma og ýmislegt annað en þannig að án þess að hljóma eins og við séum eitthvað öfgafólk þá held ég að við séum alltaf forvitin að læra meira okkur sjálf og aðra og hvernig við ræktum þennan innri styrk sem að kemur mann í gegnum bæði störf og samfélagsverkefni sem að, já, ég vil ekki að segja að samfélag okkar sé alveg með sínar áskoranir og það svo ótrúlega mikilvægt að láta ekki ytri heiminn ræna mann gleðinni sem að býr innra með okkur og alltaf valkostur fyrir hvert og eitt okkar. Það fallegt. Ég spyr líka alltaf alla sem koma til mín, hvað heilsa fyrir þér? Kannski... Ég byrja. Sko, heilsa fyrir mér ábyggilega margir búin að segja þetta áður hérna, en það jafnvægi og ástæðan fyrir því ég segja það núna það hefði ekkert verið þetta svar fyrir einhverjum árum síðan en þetta jafnvægi eða balans skiptir mig orðið gríðarlega miklu máli núna það þá ég hef alltaf verið upptekinn að því að næringin sé góð að hreyfingin sé góð en svo hefur alltaf vantað inn þessi svona andlegi hluti og ég áttaði mig ekkert alveg á því hvað það skiptir miklu máli
af því að ég tók bara alltaf á hnefanum og svo bara lendir maður í einhverjum áföllum eða maður áttar sig á því á einhverjum tímapunkti að þetta bara ekki nóg og þegar ég uppgötaði þetta byrjaði með hugleiðslunni á þessum tíma en svo bara hefur maður verið að prófa sig áfram með ýmislegt og það mér finnst skipta rosa miklu máli að segja að við berum öll ábyrgð á okkur sjálf. Það engin annar sem að kemur hérna og segir nú skalt þú gera þetta eða þá ert þú bara ennþá í foreldrahúsum en þegar þú ert orðin fullorðin þú þarft að hugsa það hvernig þú borðar, hvernig þú sefur, hvernig þú hreyfir þig og hvort þú ert að nýta þér þennan að fara inn á þennan andlega hluta líka. Við erum í lífi í lúkunum. Algjörlega og hérna þess vegna leið og ég áttaði mig á þessu, ekki segja að allt hafi verið fullkomið áður, ég svona 80-20 maður, ég reyni bara að hafa hlutina 80% í lagi og svo þetta eitthvað svona skekkjumörk en bara leið og ég áttaði mig á þessu að þá fyrir mér var þetta svona eins og hjól sem að vantaði bara eitthvað hluta í. Leið og ég búin að bæta þessu við að þá var það svona einhvern veginn heilt og svo hættir vinnan ekki þar. Þú bara þarft að halda áfram að koma fullt áskorunum, það koma breytingar og þú þarft að halda áfram að vinna í þessu og þú veist ekkert orðin fullkomin á einhverjum tímapunkti, það bara þetta heldur áfram. Þannig að jafnvægi skiptir ofsalega miklu máli, hvort sem það líkamlegt, andlegt par eða semst hjón, börnin okkar að reyna að búa til svona einhvers konar fullkomin hring. Já. Og líka kannski að ef maður í jafnvægi þá maður betur í stakk búin að takast á við það sem á dynur. Heldur betur. Hvað heilsa fyrir þér? Í stuttumáli að líða vel í eigin skinni. Það bæði held ég andlega og líkamlega hliðin en að líða vel í eigin skinni og þora að sýna sig. Leyfa öðrum að heyra sína rödd og sjá sig. Því að ég hef alla ævi fengist við efasemdir eigið ágæti. Ég held að það eigi við langflesta. Ég held að það sé mjög eðlilegt. Ég held að það sé miklu óeðlilegra að það sé margt fólk sem telur sig vita allt, kunna allt og geta allt og ekkert þurfa að vaksa eða læra. Ég hef kosið að þetta stundum á ensku kallað imposter syndrom eða svona þú sért með eitthvað herbyggisfélag í höfðinu sem alltaf vera að segja eitthvað við þig, hvað vilt þú upp á dekk, hvað ert þú að bjóða þig fram, hver ert þú að hafa skoðun á einhverju. Ég hef kosið að hugsa þetta sem vinnveittan herbyggisfélag, það að segja að það sé gott að hafa gagnrýnin herbyggisfélag og þannig að maður haldi í jartengingun og viti að maður þarf að umkrengja sig fólki sem bætir mann, að það engin eitt sem gerir neitt merkilegt sjálfur einn og sér, það alltaf hópur af fólki sem gerir eitthvað sem skiptir máli og ég held að andleg heilsa fyrir mér hafi þaranlegandi og heilsa bara yfir höfuð gengið dálítið út á að leyfa þessum herbyggisfélaga samt ekki að ráða för. Gott að hlusta á, gott að vera jartengdur, gott að fá ábendingar sem eru kannski gagnrýnisraddir en í lok dagsins býr þín hver þú ert og hvað þú ert hér til að gera miklu meiri hjartanu heldur en höfðinu og það þarf að læra einhverjar aðferðir til að slökkva á þessu höfði allavega fyrir fólk eins og ég kalli þetta að fara úr höfðinu í hjartað það gengur ótrúlega mikið út á út á einlægni að þora að berskjalda sig að þora að spyrja sjálfa sig snúa spurningunum sem eru hver ég að bjóða mig fram og snúin upp í hver ég að gera það ekki ef mér ekki sama þetta samfélag og ég brenn fyrir þá framtíð sem býður barnan okkar, hver ég þá að gera það ekki, að snúa spurningunum frá erfiða herbyggisfélagunum í höfðinu yfir í spurningunum hvernig get ég þjónað, hvernig get ég gert gagn, hverjar eru mínar gjafir, þetta snýst hugleiðslu, þetta snýst að
vera oft í náttúrunni. Þetta snýst jafnvel um að eiga gæludýr. Við erum nýbúin að missa hundin okkar sem var afskaplega erfitt eftir rúmlega 9 ár. En hann elskaði okkur skilyrðislaust og var alltaf sá sem fekk alltaf besta fram í hverjum og einum í okkar fjölskyldu og líka í fjölskyldunni í heild sinni. Þannig að það eru mismunandi aðferðir. Fyrir suma er þetta trúarbrögð, fyrir suma er þetta jóga. En hvað sem þetta að þá er þetta allavega að búa ekki í höfðinu með efasemdum eigið ágæti alla daga, allar stundir dagsins og að læra að aðferðir til að þora að vera einlæglega sá sem maður tala einlæglega það sem að skiptir mann máli, þora einlæglega sína sig og sjá aðra sem manneskja. Allt sem skiptir okkur máli, það kemur miklu meira úr hjartanu heldur en höfðinu. Allar efasemdir og allir óttin og allt það sem að margir ala á, það býr í höfðinu. Þannig, eitthvað af þessu kannski búið að koma fram, en svona hvað gerir þið helst til þess að hugsa eigin heilsu? Svona ef þið myndið telja nokkur atriði. Ég myndi byrja á því að segja að við reynum að stunda reglulega hugleiðslu. Við reynum að fara mjög reglulega saman í göngutúra og sérstaklega sá hundurinn til þess að við gerðum það. Það svolítið gat í lífinu þegar hann farinn og vorum einmitt að ræða það gat með svo mörgum hætti. Við reynum að borða þessa máltíð saman með börnunum okkar helst daglega. Þau eru nú bæði í háskóla þannig að það ekki hægt eins og oft. Þá reynum við að skipuleggja helgar þar sem við gerum það. Við reynum að umkringja okkur fólki sem að nærir okkur og jafnvel að minnka tíma í viðvist þeirra sem að næra okkur ekki. Við takmörkum inntöku á sjónvarpi og þá sérstaklega sjónvarsfréttum. Teljum að þar stundum alið á kannski því sem að vekur ótta eða óhugum með manni. Finnst ykkur það bæði í Bandaríkjunum og hérna heima? Verra í Bandaríkjunum en alveg líka orðið kannski þessi svona klikkbeitu menning á fjölmiðlum hér. Við reynum að takmarka og setja reglur í kringum notkun samfélagsmiðla. Ég hef og dóttir okkar í sálfræðinámi í New York og að fara á síðasta ári sitt í haust í grunnnáminu og hún algjörlega samfærð að það eru beintenging á milli versnandi andlerar heilsu ungs fólks og notkun samfélagsmiðla, bæði hjá stúlkum og strákum, en við finnum það líka bara hjá, og ég til dæmis kannski ekki síst í framboði vegna þess að ég tel að orðræða, bæði innri orðræða sem við eigum við okkur sjálf, sem að háir öllum að einhverju leyti og þar með talið mér, og orðræða í samfélagi sé eitthvað sem við eigum ekki bara að leyfa að þróast á þann máta að það sé að kannski bæði skemma okkar eigin andlegu heilsu og samfélagslega heilsu, heldur eigum að ávarpa það hvernig við tölum við okkur sjálf og hvort annað, bæði bara yfir höfuð en ekki síst á samfélagsmiðlum. Þannig að ég held að þetta svona ykkur af þeim, en Bjössi getur örugglega bætt ykkur skynsamlegu við, því hann myndi náttúrulega segja crossfit á hverjum degi númer 1. Ég var ekki kannski að koma nægilega mikið inn á það, en ég held að þessi andlega heilsa sé svo mikill grunnur að því að líkamlega heilsan sé á réttum forsendum. Já, svo erum við líka öll ólík og þú veist, það misjandi hvað hendar. Hann hleypur fyrst, ég reyna að hugleiða fyrst. Nei, en svo förum við líka mikið í sund og þegar við erum á Íslandi, það það sem við elskum og söknum mest þegar við erum úti. Fara saman í sund og í pottana. Já, eiginlega svona laugar úti, ekki eins kannski. Nei. Íslenska sundlaugar eru bara þvílík gjöf til Íslands samfélags. Og ekki bara út af heita vatninu, heitupottunum, köldupottunum, gufunni, sundinu sjálfu, heldur líka bara vegna samtalsins sem á sér stað í pottunum án samfélagsmiðla. Já, það rétt, það skemmtilegt. Maður har heyrt þetta, umræðarnir í heitupottunum á morgnana. En hvernig haldið þið, ef ég grípa aðeins boltan, áður en Bjössi fer kannski að segja hvað hann gerir til að hugsa ennþá meira heilsuna, að þið varst að tala samfélagslega ábyrgð og svona varandi heilsu. Hvað sér þú fyrir þér að embætti forseta Íslands geti gert svona til þess að, hvað sem bara bæta lýðheilsu þjóðarinnar? Kannski stór spurning. Já, en mikilvæg. Ég held að þetta embætti sé kannski eina embættið sem að getur talað til okkar það hvernig samfélagi við viljum búa í og hjálpa þjóðinni að setja sér skýrari áttavita og gildi í kringum það. Og ég held að það hljóti bara grunnheilsa þjóðarinnar og samfélagsins að vera mikilvægust.
og það allt frá því að halda áfram að þekkja sögu okkar og uppruna og minna okkur á það sem sameinar okkur, tungan okkar, menningin okkar og allt það sem gerir okkur einstök í það að tala til framtíðar og hvernig unga fólkið okkar getur hort björtum augum áfram til framtíðar. Að þau vilji velja áfram að búa hér, hvort sem hér Ísafjörður eða Ísland. Að það sé þessi von, því að vonin og bjartsýnin, hún flytur fjöll. Hún gerir okkur kleift að gera hvað sem meðan óttinn og neikvæðnin getur dregið úr okkur öllum kjark. Þannig að ég sé þetta embætti ekki síst til þess að hjálpa okkur að virkja hugrekkið okkar, til þess að vera góð útgáfa af okkur sjálfum, vera fyrirmynd, bæði fyrir hvert annan hérna innan samfélagsins en líka fyrirmynd í samfélagi þjóða. Og þar held ég að heilsa og hamingja hljóti að vera grundvallar gildi sem að, ég þekki engan sem vill ekki búa við góða heilsu, andlega og líkamlega, og búa í samfélagi sem er hamingju samt. Velsældar hagkerfi. Já, og það kannski stóra vinnan sem ég hef verið að vinna í. Hvernig eru viðskipti stunduð og hvernig efnahagslíf rekið í kringum stærri og mikilvægari viðmið heldur en bara fjárhagslegan hagnað eða að efnast til skamms tíma. Hvernig það rekið með viðmiðið að velsæld fólks og samfélags eigi að setja til jafns við mælikvarða sem við þekkjum nú, sem eru þá hagvöxtur og hagnaður. Þetta stóra verkefnið sem að B-team vinnur að, og ég held að þetta hljóta að vera stæðsta verkefni í lífin okkar. Þegar ég kendi við Háskólann í Reykjavík, þá baði ég fólk oft að fást við hver okkar skilgreining á árangri í lífinu. Og vissulega nefndu margir að verða ríkur eða efnast, en flestir nefndu aðra hluti á undan því. Auðvitað þarftu að hafa nóg til að hafa ekki áhyggjur af þinni veljiðan, að hafa efna á því að fæða þig, stunda íþróttir, þetta allt skiptir máli, þak yfir höfuðið. Ég þekki enga mannesku sem að vill ekki bæði sjálf búa við heilsu og hamingju, bæði í eigin lífi og fyrir börnin sín og í samfélaginu. Og sem betur fer, eru við einn hamingjusamasta þjóð í heimi. Við lentum í 3. sæti nú nýlega, þannig að við byggjum á sterkum grunni, en það þarf að ávarpa þetta og það þarf að vinna með þetta með sem flestum í samfélaginu til að missa ekki fótana og það þarf að setja nýja mælikvarða og viðmið í hvað við mælum og hvað við setjum okkur markmið. Og ég sé Bessastaði sem kjörinn vettvang til þessa samtals og til þess samstarf sem þarf til dæmis til þess að huga að heilbrigðri notkun samfélagsmiðla sem nú að hafa og heilbrigðri orðræðu í samfélaginu og samfélagsmiðlum sem ég tel vera mikilvægt verkefni akkurat núna. Já, mér finnst þetta svo ótrúlega áhugaverð umræða samfélagsmiðlana. Ég nýbúin að hlusta okkar hlaðvarp þar sem að var að tala að í Bandaríkjunum, þar hefur glæpatíðni umstæðar úlinga minkað og svona teen pregnancy, þú veist, úlinga, hvað segir maður? Snembær þungun minkað og alls konar hefði minkað, og þau halda þetta sé að því að það eru bara allir einhvern veginn ofan í sínum tækjum og þau fá sitt svona með lækonum, fá þau þessa umbun eða þessa innri dópamínframleiðslu sem líka pínu sorglegt að því að það bara búið að sýna sig að þunglindi og kvíði og einmannleiki að aukast. Við höfum aldrei verið tengdari, þar að segja tæknilega, en aldrei verið meira einmanna. Og það á sérstaklega við og dóttur okkar segir 8 af hverjum 10 af hennar aldurshópi sé að fást við ykkur andlegar áskoranir, 8 af hverjum 10. Ég hafði séð tölur af vinnustöðum þar sem þetta var kannski 4 til 5 af hverjum 10. En þetta fyrir hennar kynslóð, væntanlega heimsfaraldur þar haft áhrif, en samfélagsmiðlar líklega mesta. Og það eru þrenn tengsl sem ég held að skipti sköpum til þess að þú sért hamingjusamur, þér líði vel. Það tengslin við sjálfan þig, það þessi innri vinna sem við erum að tala tengslin við aðra, og þau hafa bara minkað svo mikið. Þessi tenging sem við finnum þegar við setjum hérna saman, svo þú finnur ekki með sama hætti í gegnum Zoom eða Teams eða FaceTime eða Snapchat eða hvað sem það heitir. Og svo síðast en ekki segst, og það það sem ég hef alltaf haft svo mikið áhuga, tengslin við það sem þú ert að gera við líf þitt, tilgangin í lífinu. Þetta eru þau þrenn tengsl sem ég held að við þurfum að styrkja til muna til að tryggja að við sem einstaklingar og við sem samfélag við höldum hamingjustíginu sem ég tel miklu mikilvægari árangusmælikvarða heldur en hagnaðastígið.
Og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir kom hérna til mín í frábært spjall þetta og hún hjá landlæknisembættinu. Jú, hún að gera frábæra hluti. Ég heyrði eða las eftir hana núna einmitt á hamingjudeginum þar sem að hún sagði að hamingjan kæmi, við værum almennt hamingjusum, ég held alveg örugglega að þetta hafi verið Dóra, en að það væru hættumerki hjá unga fólkinu okkar. Já. En það sem ég fann svo flott sem hún kom inn á, að þó að heilsan sé í okkar höndum, þá þarf samfélagi að taka ábyrgð og fyrirtækin að því að við veljum það sem í okkar nærumhverfi. Ef að hollar vörur til dæmis ekki til staðar fyrir framan okkur, þá veljum við bara hitt. Þannig að líka þetta sko, að mann þarf svona að hvetja fyrirtækin og sveitafélagin og allt til að hjálpa að stað með. Já, ég held þetta sé sko eins og með öll verkefni. Það ekki hægt að benda bara eina átt að segja stjórnvöld þurfa að eða viðskiptalífið á að eða forseti á að gera eða skólarnir og kennarar þurfa að laga þetta. Það með svona stór verkefni og það eru mörg stór verkefni sem blasa við samfélagslega þessi misserinn að þá þarf alla og við höfum verið með verkefni hjá Bítin sem við kallum mennskir vinnustæðir þar sem að mörg hundruð alþjóðleg fyrirtæki eru að læra saman hvernig gerum við vinnustæðin okkar mennskari því það líka staðrend og hefur verið í meira en 30 ár að það innan við 1/3 starfsfólki sem segist hafa jákvæð tengsl við sitt starf og sinn vinnustæð. Það yfirleitt 2/3 eða meira sem segja að annarkvort hafa þeir engin eða bara jafnvel lítil eða engin svona jákvæð tengsl við sinn vinnustæð. Það afskaplega sorglegt. Það illa farið með ástríðu og möguleika á að virkja kraft fólks. En varðandi ef við förum bökkum aðeins, Bjössi, ég veit að þú elskar CrossFit og við höfum verið stundum að sperkla saman. Ég verið að reyna að elda þig. Eða öfugt. En hvað svona annað en hreyfing sem að, þú náttúrulega heilsu kokkur, þannig að væntanlega hugsaðu vel mataræði? Já, ég reyni það í flestum tilvikum. Ég trúi því að þetta byrja allt í eldhúsinu, það skiptir öllu máli hvað þú borðar. Það hreyfing skiptir máli en hún bara svona aðeins aftar á listanum. Sem að sletta einu svona you can't out-train a shitty diet. Nákvæmlega. Þannig að og ég hef verið mjög duglegur að prófa ýmsa hluti á sjálfum mér. Ég bara, náttúrulega, þegar við hittumst fyrst þegar ég kom í CrossFit 2016 þá var ég náttúrulega spilaði fótbolta í gamla dag og allur lemstraðar eftir það, líka minn slitinn og ég átt og eins og allir sem að byrja í CrossFit þá ætlaði ég að fara á heimsleikana en svo komst ég að því að ég var ekkert að fara að gera það og ég náttúrulega bara meiddist leið fór í 3 axlaraðgerðir, var að drepast í hnjánum og var ekkert að lagast og þá kynnist ég kollageninu sem ég í núna og þetta kemur náttúrulega allt út frá því að hafa farið í kokkanámið á síðan tíma og bara þessi áhugi á bætiefnum og hreinu mataræði skiptir alveg gríðarlega máli og ég hef prófað eins og ég sagði ýmislegt ég á sjálfum mér bara hvernig það virkar ekki til þess að vera grennast eða eitthvað svoleiðis heldur bara frekar þetta rétta fyrir mig. Já, til að líða vel og finna þitt jafnvægi. Já, algjörlega og þannig að ég prófaði að vera vegan í eitthvað tíma, ég prófaði vegetarian eða sérst grænkerafæði ég hef prófað keto og bara flest öll þessi mataræði, tísku mataræði sem hafa verið í gangi og það virkaði þetta bara virkar allt en það virkaði ekkert vel á mig mér leiði ekkert vel á neinu af þessum hlutum og ég komst fljótlega því að það sem skiptir mestu máli að finna eitthvað sem að hendar þér en eitthvað sem að þú eigir eftir að taka með þér það sem eftir að þú sett ekki að breyta í einhverja vikur eða mánuði heldur það sem eftir á lífinu og fyrir mig var það að byrja að fasta þá fasta ég 16 tíma og borðaði í 8 tíma á dag og ég byrjaði á því 2018 og það svo aðferð sem að virkar hvað best á mig og síðan hef ég líka prófað ýmislegt eins og ég fastaði í 3 sólarhringa einu sinni bara til þess að prófa það og hvernig leiðir eftir það? Bara ofsalega vel ég prófaði þegar Halla var eitthvað tíman í burtu og
og ég var einn heima og að því að ég sé að elda og ég get ekki verið að fasta og þurfa að vera að elda fyrir fólki þannig að ég fyrsti dagurinn var bara auðveldur, ég var nýr að fasta hvort dagur 2 var svona erfiðastur, þá var svona farið að vanta steinefni í líkamann og ég ætti að bæta það svolítið upp með einhverjum söltum. Þannig þegar maður að fasta, þú getur verið að drekka eitthvað smá. Það mælt með að drekka soð eða allavega að taka inn sölt og steinefni af því að þú náttúrulega drekka mikið vökva og þá náttúrulega pissar mikið og þá fara all steinefnin úr líkamannum og það ekki gott og ég var mikinn hausverka á öðrum degi og var svona smá vanlíðan en svo bætti ég það með söldum og þriðji dagur var bara mjög fín og ég upplifði alveg gríðarlega mikla orku í framhald af því næstu 2 vikur þá var ég bara gríðarlega hátt orkustig og skrítið að koma tilbaka og byrja að borða fyrsta daginn eftir 3 daga föstu, þá maginn búin að skreppa svo saman og þannig að skammtarnir sem við erum og þá fyrir maður líka að skoða skammtana við erum að borða allt og mikið þannig að skammturinn var mér var bara bumbulda því að þetta var bara allt og mikið. Hvað notar þú til að brjóta föstuna yfirleitt? Ég þá styttir í föstuna. Já, hvað mat? Ég reyna að borða prótein eða fitu sem það fyrsta og það oft þannig að þú maturinn sem þú borðar fyrst strax eftir og brýtur föstu, það á eftir að einkenna hvernig dagurinn verður, þannig að ef þú ferð mikið í kolvetni þá ertu svolítið að sækja í kolvetni það sem eftir Þetta eru blóðsykursveiflurnar. Algjörlega, og þannig að ég reyna að taka inn einhverja fitu eða próteini eins og egg til dæmis en svo borða ég venjulega 1 leitið sem þá og þá býjum mig til svona kollagen prótein smoothie og drekk það. Þannig að byrja á einhverju próteini og fitu og svo fer ég í þetta. Og það virkar bara gríðarlega vel fyrir mig og ég næ mikið góðu jafnvægi yfir daginn. En aftur eins og ég sagði það sem að skiptir mestu máli bara hvað gerist í eldhúsinu. Það er bara númer 1, 2 og 3. Hitt svona svolítið bara hversu langt ætlar að fara, hversu mikið ætlar að rækta líkamann, hversu háður ertu því að hreyfa þig en bara ég hvet alla til þess að byrja á mataræði og svefni og svo hægt að vinna sig út frá því. Akkurat. Ég hef verið með nokkra einstaklinga hjá mér í heilsumarkþjálfun sem eru mjög uppteknir einstaklingar eins og líklega þú ert alla mikið að gera hjá þér. Og mér finnst þeir tala svo oft hvað er erfitt að skipuleggja mataræði. Þegar það er kannski fundur maður að þeytingi svo í flugi og svo einhvern veginn það er svo erfitt að hafa einhverja rútínu á matarinn en þú ert ekki sjálfur í rútínu. Algjörlega og ég segi alltaf að Bjössi var að tala að vera 80% hafa sér vel og 20% leyfa sér kannski. Ég hugsa sér nærði að vera 50-50 hjá mér því miður og það er aðalega vegna þess hversu mikið ég ferðast. Og þar oft hefur bara ekki tök á að vera með þér. Eitt sem ég gerði var til dæmis að samstagsfólk mitt merkti mig sem grænmetisætu í flugum þannig að ég væri þá allavega kannski að fá eitthvað annað. En þá lenti ég til dæmis í því að þá fekk ég bara pasta. Því að það var svo auðvelt að bara fekk ég aftur og aftur pasta. Og það var þessi kolvetna bomba sem fer kannski ekkert endilega vel í mann þegar maður er kona á breytingaskeiði og ferðast yfir tímabelti og annað. Akkurat og þannig að ég breytti því aftur og svona hef verið að reyna að finna út úr þessu en þetta er erfitt. Ég hef prófað að fasta eins og Bjössi og reyna að gera það og finnst það virka ágætlega þó það sé ekki til annars en að minnka magnið af mat sem að maður tekur inn þegar glugginn er styttri. Þannig að við borðum yfirleitt svona milli 12 og 7 eða 1 og 8 eitthvað svo leiðis. Og það annars sem að ég hef reynt að gera bara er að borða ekki þegar þú ert að fljúga og ferðast. Akkurat, bara að drekka og drekka bara nógu mikið af vatni. Ég er þar til dæmis, þar þarf ég að minna mig á það. Ég er eina af þessum sem að bara finn ekki eins fyrir þorstanum eins og kannski og þannig ég tek alveg eftir því þegar ég gleymi vatnsmagninu. Þannig að ég er að reyna að vera betri en ég hugsa ég sem er eins og 50-50 en það er sem að hefur kannski háð minni svona heilsuvegferð síðustu árin er annars vegar lendi ég í slæmuslýsi og brýti illa með rökklan og fæ fullt af skrúum og nöglum þar í þannig að eftir það þá kann ég betur við mig í vatni eða
eða á erfiðar allas með að ganga á fjall og að því ég er með svo mikið í jöklunum, það hefur svona aðeins, og það er bara erfitt þegar þú lendir ykkur svona, hvernig heldur þú samt áfram, þannig að maður getur alveg, en auðvitað getur þú haldið áfram, þú þarfst bara að finna svolítið aðra hluti. Hitt sem hefur háð mér mjög mikið er að þegar að ég byrja að finna meira fyrir breytingaskeiðinu, þegar maður verður nú að nefna og ávarpa þennan hlut sem að við þekkjum 50% af mannkyninu og hinn hlutin þyrfti að jafnvel að þekkja og skilja betur. Það er Bjössi. Já, Bjössi er náttúrulega einstakur í skilningi á þessu öllu, en þá bara byrja ég að finna fyrir því að svefnin fer svo hjá mér. Og þegar svefnin fer, þá fer eiginlega allt hitt. Ég fer að lenda í því að sofa í 3 tíma og vakna og það er alveg sama hvað ég geri, ég get ekki sofnað aftur. Og þetta kemur bara svona allt í einu. Ég hef nefnilega alltaf verið góð með að sofa. Og þetta í bland við það að vera mikið að ferðast í 15 tíma flugum og yfir tímabelti hefur alveg reynt á mína heilsu undanfarin ár og ég hef svona verið að reyna að finna aðferðir og leiðir til þess að ná svefninum góðum og finnst ég vera komin þangað eftir nokkur erfið misseri og þá mest með því að taka bara náttúrulega bætiefni, bæta við og hef verið að prófa ýmislegt þar á sjálfri mér og líka breyta venjum mínum fyrir svefnin og hvernig ég mitt haga mér í flugi að því að það er mjög erfitt að þú ert alltaf að sofa óreglulega. Þannig ég reyna að hafa mikla reglu og fer miklu fyrr að sofa. Ég er svona manneskja sem var að vinna sko eftir miðnætti á besti tíminn minn, svo allt í enn er ég bara komin eiginlega uppi fyrir 10 á kvöldin ef ég fæ að ráða og vakna fyrr. Og það er fyrir mig er svefnin og svona róin á huganum grunnurinn að því að ég sinni mataræði og hreyfingu. Skemmtilegt skildi nefna, það er nefnilega eitt þáttur breytingaskeiðið. Ég hlustað á hann í morgun, hann er frábær. Svo er eitt þáttur flugheilsu. Ég þarf að hlusta á hann. Já, og svo er, hvað var annað? Magaheilsan, já. Já, þarmaflóruna. Það er nefnilega annað sem ég hef tekið eftir að þegar að svefnin fer, þá fer allt sem heitir heilbrigð melding, allt sem heitir heilbrigð endurnýjun, einhvern veginn á líkamanum, það fylgja því oft líkamlegir verkir. En ég er líka komin á kollagenið, ég byrjaði fyrir ári síðan þegar Bjössi fór að staða með sitt fyrirtæki Djósbjörn að taka kollagen í kaffibollan minn í hádeginu. Ég er nefnilega ekki mikið fyrir shaka, en það er ekkert bragð og lykt af Djósbjörn og ég seti eina skeiði út í kaffibollan minn daglega og ég finn mikinn mun á bara rakastíi í húð og almennt í svona liðheilsu myndi ég kalla það, bara svona, fekk oft eftir flug sérstaklega svona verki í liði. Bara það er, ef ég passa mig að taka kollageni, þá finn ég ekki fyrir því og svo er eins og magaheilsan sé líka betri. En þetta allt er svona, ég er ekki næstu því eins góð að stunda sko, hvað ég var að kalla þetta, svona daglega, reglulega notkun á því sem ég prófa. Þar er Bjössi bara miklu betri. Já, svona meira konsistensi. Já, það er bara, hann er alltaf stöðugt að gera sömu hlutina og ég er að baslast aðeins meira með að halda þessari reglusemi á hlutunum og ekki síst vegna ferðalega og annað. En það er auðvitað bara léleg afsökun og ég gerir mig vel grein fyrir því. Og ég er betri með hverju árinu en ég veit ekki hvort ég nái nokkuð tíman þessum manni hliðin á mér sem að yngist með hverju árinu og er sterkasti maður í crossfit í sínum aldurshópi núna eftir síðasta Open og ég ber endalösa virðingu og aðdána honum. Ég held ég ná honum kannski ekki þar en hann hjálpar mér þar og ég held að ég sé alltaf kannski að færa viðmiðin í innri vinnunni og hann sé svona að fá hjálp frá mér þar og saman þá bjargast þetta, en ég ætla ekki að sitja hér hjá þér hjá heilsuerlu og segja að ég hafi mörg góð ráðum líkamlega heilsu fólks því að ég er enn að ströggla þar eins og margir. En þetta er bara eilífar verkefni að þú veist að eitt jafnvægi virkar í dag og svo kemur eitthvað upp og þá þurfum að finna nýtt jafnvægi. Já, og kannski er bara verkefnið og starfið í lífinu að reyna að finna út úr því hvernig við erum í sem bestu ástandi. Þannig okkur líði sem best og það er ekki eins. Nei, og þetta er svo mikilvægt að heilsan sé heildræn. Þetta sé ekki bara, við sem ekki bara fókus á líkamlega heilsuna eða bara á andlega eða bara á félagslegu sem eru rosalóft út undan, heldur bara alla þættina einhvern veginn jafnt. Gæti ekki verið meira sammála og þarna hefði maður auðvitað vilja sjá bæði meiri kennslu í kringum það í skólum og auðvitað inn á heimilunum, það er ekki hægt að benda bara á kennara og svo hefði ég bara vilja sjá miklu heildrænni nálgun í læknisfræðinu. Það er svo ótrúlega margt sem að ég hef getað lagað
án lyfja og af því að við höfum verið búsett vegna mín starfs núna nokkur ári í Bandaríkjunum þó við höfum allan tíman verið mikið hér heima líka að þar svo fljótt farið í pillurnar, svo fljótt farið í lyfin og alltaf að reyna að gefa manni lyf við öllu og ég hef reynt að velja að finna náttúrulega lausnir og það hefur Bjössi kennt mér þá bæði í mataræði en líka í bætiefnum að finna náttúrulega lausnir fyrst og reyna að vera lyfjalaus eins lengi og kostur En kannski fæ að koma einu að því að tala um munina og ykkur að þetta bara, ég sé þetta bara rauður þráður, ég mest að vinna með konum en það alveg líka nokkri kallmenn búin að vera hjá mér í heilsumarkþjálfun og þeir ég veit það hlýtur bara svolítið að vera hormónafluktið hjá okkur að við erum með tíðarhring þeir eiga auðveldara með þetta að gera eitthvað svona statt og stöðugt og halda sig við eitthvað við erum svona meiri sveiflukendari Já, það áhugavert hvort það tengist hormónunum ég gæti komið með aðra kenningu og ég hef alltaf búið svo mikla virðingu fyrir því hvernig Bjössi nær að setja sína heilsu og hreyfingu í fyrsta sæti Ég ætla bara að vera heiðarleg, ég hef aldrei náð að setja það í fyrsta sæti í mínu lífi og ég held að ég kannski við margar góða konur sem ég þekki. Fyrsta sæti hjá mér hef ég reynt að hafa börnin, að þú talaðir áðan hjónaheilsuna, að það hefur stundum komið á kostnað þess, ég hef reynt að setja þau þar. Svo hefur yfirleitt komið starfið, það hefur yfirleitt verið það stórt í mínu lífi. Svo hef ég reynt að hafa hjónabandið og svo hef ég reynt að hafa vini og félagslega og útivist og að því að ég veit að ég ekki skapandi einstaklingur, ég ekki góð í jafnvægi nema ég sinni því sem gleður mig og ég mikil félagsvera og það hefur oft bara lent í svona 5. 7. sæti að elska sjálfa mig nógu mikið til þess að hugsa mína eigin heilsu og ég velti því fyrir mér hvort að þessi forgangsröðun vegna margra vakta sem að konur gjarnan standa sé aðeins öðruvísi og þar hefur aldrei hallað á að Bjössi myndi styðja við mig í að forgangsraða öðruvísi en þannig erum við kannski sjálfar bara dálítið tilbúnar í að fórna okkur sjálfum fyrir aðra hluti og ég held að sjálfselska sé orð sem við eigum að hefja til virðingar á ný að sjálfselska sé fallegt orð og ef þú getur ekki elska sjálfan þig nóg hvernig áttu þá að kunna að elska aðra og það eitthvað sem að ég bara stöðugt að vinna í og held að verði ævilangt verkefni og vona bara að maður fara alltaf skrefinu nær því að kunna að elska sjálfan sig svo maður geti elskað aðra enn betur. Já, af því að það var nokkri komið til mín í hlaðvarpi sem að hafa mist heilsuna og þau segja alltaf ef þú hefur ekki heilsu þá hefur ekki neitt. Þannig að það svo mikilvægt að einmitt forgangsraða heilsuna ofar. Ég reynir svo mikið að vanda mig að tala alltaf íslensku. En á ensku frasi sem að Bjössi sagði þegar hann ákvað að fara í kokkanámið sem að ég auðvitað fagnaði og hef grætt mikið á sem og okkar fjölskylda og vinir að þá sagði hann health is the new wealth að í rauninni það hinn sanni auður það heilsan. Ég hef kannski ekki lendið því að missa heilsuna en ég hef nokkur svona tekið sjálfa mig nálagt þeirri brún. Núna þekki ég þau mörg betur en ég gerði þegar ég var yngri og ég hlusta og tek það alvarlegar og það held ég svolítið mikilvægur lærdómur þegar þú þekkir sjálfan þig nógu vel til að vita ég að rífa mig niður, ég að íta mér út á brún sem ég get ekki snúið við hvort sem það líkamlega, andlega eða félagslega. Algjörlega. Það akkurat af því að þessi, eins og þú segir, mörk að læra að þekkja sín mörk örugglega bara mikilvægast að þú getur gert varðandi heilsuna þannig að þú farir ekki yfir þau. Grunnurinn. Algjörlega. Og ég finn það þegar ég að prófa mig áfram á sjálfu mér hvað það skiptir mjög miklu máli bara að sjá hvernig líkaminn bregst við og svo náttúrulega núna í seinni tíð bara hvernig svona andlega heilsan líka og vinna með hana. Þannig að ég held að við þurfum alltaf að vera svolítið meðvituð það aftur eins og ég sagði áðan við berum ábyrgð á okkur sjálfum og við eigum að vera duglega að hugsa hvernig okkar líkaminn fungerar, andlega og líkamlega til þess að við getum verið góð út af við. Við erum nefnilega með lífið í lúkunum eins og þú veist manna best en það kannski mikilvægt að segja í samhengi við þetta að því að það mikið rætt að brenna út og ganga fram að sér og við höfum svolítið búið til vinnustæðamenningu og jafnvel samfélagsmenningu ég sannarlega alveg upp við að vera duglegur betra heldur en að vera latur eða hvíla sig að
að vera allstaðar og gera allt einhvern veginn svona, já, dálítið haldið hærra á lofti heldur en að sinna sér vel. Það svona dygð í íslensku menningu. Það dygð og sannarlega var ég alin upp við það og stundum sé ég yngri kynslóðir skynsamari en mína kynslóð hvað þetta var þar. En ég held enga síður að við megum ekki gleyma því sem okkur gefið í grunninn í íslenskri menningu, sem að það segla í þessari þjóð og við búum við miklum sveigjanleika til að takast á við bæði veður og vinda, jarðskjálfta og eldgos og allar sveiflurnar sem ganga hér yfir, og ég held að segla og sveigjanleiki séu í rauninni grunn eiginleikar sem við þurfum öll á að halda því heimurinn ekki að verða auðveldari. Þannig að ég vil bara minna okkur á að þó að við eigum að sinna okkur vel, að þá þurfum við líka að byggja upp þessa innri seglu og sveigjanleika til að takast á við það sem lífið færir okkur, og að hugarfar val og við þurfum að þjálfa svolítið hugarfarið og viðbröðin við því sem gengur á í lífinu, og þarna held ég að kjarnin í bókinni minni Hugur ekki til að hafa áhrif svo litið að ef við erum með hennan innri áttavita, vitum hver tilgangur okkar eða reynum svolítið að ná utan tilgang okkar og gildi, að þá okkur eiginlega allir vegir færir, því að það enginn að fara að færa okkur þennan áttavita, hann í eigin höndum og ég segi stundum í eigin hjarta, en við þurfum svolítið að vinna í því að skrifa niður og hafa það sem haldreipið í ólgusjó lífsins og sérstaklega í ólgusjó samtímans. Það ekkert að fara að verða auðveldar að átt okkur á hvað eru réttar fréttir, hvað eru rangar fréttir, hvað okkur hollt, hvað okkur ekki hollt, allt þetta sem að reynir á í kringum okkur ekkert að fara að vera auðveldar. Þannig ég vil bara minna á að ég held að þetta ekki bara sjálfselskuna, þetta líka sem að ég held að við eigum að auka, heldur þetta líka að æfa seglun og sveigjanleikan, og þar held ég að setja á lítill kynslóðamunur og við erum að vinna svo lítið í því með okkar börn að reyna að kenna þeim segluna og sjálfbjargar viðlætnina sem að okkur var gefin, án þess að gefa þeim það án ástar eða skilyrðislausar ástar að þau séu nóg eins og þau eru. Og það þetta jafnvægi sem ég heldur þurfum að finna, því okkar kynslóð fekk kannski sjaldan skilyrðislausa ást, það var meira þessi vertu duglegur, stattu þig og gagnrýnin kannski háværar en ástarorðin, en við fengum segluna og við fengum sveigjanleikan og svona sjálfbjargar viðleitnina. Svo erum við kannski með yngri kynslóð sem að stundum kölluð bómullarkynslóðin. Þar megum við kannski leggja aðeins meiri áherslu á að hjálpa börnunum okkar, unga fólkinu okkar, að læra sjálfbjargar viðleitnina, að læra að standa í grunni eigin seglu, eigin gilda, eigin sínar á hver þau eru og hvernig þau vilja lifa sínu lífi. Algjörlega. Þú hefur svo oft nefnt gildi og áttavita og þeir sem ekki hafa lesið ennþá bókina, gætirðu útskýrt eitthvað aðeins en áttavita? Já, það að mínum að myndum við aldrei ganga á fjöll, allavega ekki þar sem við þekktum ekki til án þess að hafa áttavita, og líklega ekki fara til sjós allavega nútildags án þess að hafa GPS-tæki meðferðis. En samt förum við flest í gegnum okkar líf án þess að vita í rauninni hvaða leiðaljós eiga að varða þá vegferð og jafnvel hver okkar grunntilgangur í þessari lífsvegferð. Og þetta það sem ég kalla áttavita, hafa skýra sín á sinn tilgang og sín gildi. Og þetta eitthvað verkefni sem ég lagði fyrir til dæmis nemendur í MBA-náminu í Háskólanum í Reykjavík þegar ég var að kenna þar, að láta þau skrifa bókina eigið líf. Og það voru 3 kaflar í þessari bók. Fyrsti kaflinn gekk út á sögu þeirra til dagsins í dag, allt sem hafði komið fyrir í lífinu, því að flest það situr einhvers staðar í líkamannum og sálinni okkar. Og það bæði gott og vont sem gerist fyrir okkur öll. Þetta bakpókin okkar og hvernig vinnaðu úr honum, hvað hafðu lært af honum, hvað eiga þau eftir að gera upp úr honum, var svona fyrsti kaflinn, hvernig mótuðust þau og hvað áhrif hefur það á þau, hver þau eru í dag. Síðan var miðjukaflinn það hver þeirra áttaviti hver tilgangurinn, eftir bestu getu, hvernig náðu utanum hver þeirra einstakki tilgangur í þessari jarðvist og hvaða gildi. Mikla innri vinnu. Þannig að miðjukaflinn var það. Og svo var þriðji kaflinn, hvað gerist eftir að þú byrjar að lifa lífinu með skýrum áttavita. Og staðreyndin að þegar að maður lærir þetta, og það engin fullkomin áttaviti. Ég gerði 16. útgáfuna árið eftir að ég gaf kosta mér í forsetaframboðinu síðast. 16. útgáfuna í mínu lífi. Og hún ennþá svo sama því að ég lærði svo mikið á að gefa svona kost á mér. Þannig að ég held að það sé alveg ótrúlega mikilvægt að gefa einhvern veginn kost á sér í einhver áskorun sem stærri en þú sjálfur, því að þar vöxum við. En lífið mitt hefur bara tekið stakkaskiptum eftir að ég uppgötaði að ég get verið með eigin áttavita í eigin hjarta, í eigin höndum, og þannig ég
ekki bara í einhverju fjallgöngu eða sigli eitthvert út á sjó, heldur mjög meðvituð hvað varðar mína lífsleið, hvaða gildi ég hef í hávegum og þarf að huga að í öllum ákvarðanatökum í mínu lífi og hver minn grunntilgangur og þetta myndi ég vilja sjá okkur hafa með skýrari hætti fyrir Ísland. Já. Ég tel að Ísland með skýrari áttavita séu allir vegir færir og í rauninni býði okkar afskaplega björt framtíð ef við veljum að vera friðsæl þjóð og byggjum okkar atvinnutækifæri, okkar frumkvöðlatækifæri, nýsköpunartækifæri, okkar sköpun í listum og menningu á grunni þess að við viljum vera friðsæl og samheldin og skapandi þjóð, en við viljum gera það sem við gerum á grunni jafnréttis í víðasta skilningi þess ós og reyna að huga alltaf að sjálfbærni, að við göngum náttúrun og samfélagi þannig að það býði barnan okkar í allavega jafngóðu ástandi og við höfum fengið það að láni. Algjörlega. En ég svolítið forvitin, Bjössi, þess að ég fari aðeins með boltan yfir til þín, að því við vorum að ræða kollagen. Hvað kom til að þú stofnaði fyrirtæki og akkurat kollagen? Hvað var það við kollagen sem að... Það gerðist, eða þróaðist svolítið út frá því sem ég var að tala áðan. Ég byrjaði þarna í CrossFit og langaði til þess að gera eitthvað, hreyfa mig og gera eitthvað skemmtilegt og bara átti erfitt með það, var bara alltaf verkjaður, liðirnir voru slæmir og hitti, við vorum akkurat í kosningabaráttu 2016, þá vorum við í Grindavík og hitti gamla félag á fótboltanum og þeir voru þá að byrja að framleiða kollagen. Og ég var náttúrulega bara allur lemstraður í líkamannum og það kemur einn með nokkra dunga til mín og segir við erum að byrja að framleiða þetta, þú voru að prófa þetta er frábært efni og svo, það er unnið úr fiskgróði? Þetta er unnið úr þorskgróði, bara úr viltum þorski og ég setti þetta svona bara á hilluna og kláruði forsetaframbúðið og það fór eins og það fór og svo einhverjum mánuði setna en þá að dreipast í öxlunum og bakinu og þá prófaði ég að taka þetta og tók þetta í einhverjar 6-8 vikur og tengdi aldrei við kollagen. Ég bara fann gríðarlega mun á líkamann og var allt í einu farin að geta keppt við þig. Hljómaði þessi ég sigur rosa. Þú ert það. En svo hitti ég félagann aftur og þeir spyrja mig hvernig mér líður og ég segi bara allt annað, ég er bara allur annar og þá bentuðu mér á að prófa að hætta að taka þetta í einhverjar mánuði eða 6 vikur sem ég gerði og bara verkefnir og stífleiki kom aftur. Þannig að frá 2017 er ég búin að taka kollagen nánast á hverjum degi og ég var 50 í fyrra og núna líður mér eins og ég sé svona 30-35 líkamlega og þetta er bara þannig að ég er örugglega þetta örugglega eftir að verða til þess að fólk kaupir kollagen hérna á Íslandi af einhverjum öðrum heldur en okkur að því að við seljum þetta ekki hérna á Íslandi en í framhaldi af þessu 2018 þegar við flyttum til New York að þá ákvað ég var svo hrifinn af þessu og ég vildi bara hjálpa fólki að upplifa það sem að ég hafði upplifað og þannig að mig langaði til þess að stofna fyrirtæki, gerði það í New York eða í Bandaríkjunum og hugmyndin var alltaf að taka kollagen frá þeim í Grindavík sem að varð svo bara hálfgerð sorgarsaga, bæði áttu þeir í erfileikum með að framleiða það út af tækjum og þurrkun og annað sem að stóð á en svo þegar þeir voru loksins að vera komni með þetta í gang að þá núna 2023 að þá bara byrjar að jarðskjálftar og byrjar að gjósa þannig að í millitíðinni þá tengdi ég mig við norskan aðila þannig að ég er að framleiða og búa til vörur úr norsku kollageni unnið úr þorskroði úr viltum þorski og fyrsta varan sem kom að markað í lok árs 2022 og við byrjum bara að selja það á heimasíðunni í Bandaríkjunum og það hefur bara gengið gríðarlega vel. Núna í október á síðasta árið þá byrjuðum við að selja á Amazon. Já, og svo erum við bara núna búin að vera að skoða nýjar vörur að bæta við vöruúrvalið. Fyrirtæki heitir Just Björn og við erum að fókusera á svona Nordic Nutrition og
wellness, verður maður að þýða þetta Norræna næring og velja. Núna þá ég mitt að skoða fleiri vörur sem eru unnar úr smáþörungi til dæmis, vörur sem eru unnar úr rækjuskjöl að norðan. Þannig að svona krafturinn hérna á Íslandi svo gríðarlegur og það sem hægt að vinna úr vöru sem var áður jafnvel hent eða ekkert verið að horfa til núna og á eftir að skapa alveg gríðarlega verðmæti. Þannig að fyrir okkur þá næsta vara sem að kemur inn verður vonandi vara úr rækjuskjöla norðan og við erum bara að vinna öllum vinna því hörðum höndum. Þannig að þetta bara búið að vera gríðarlega skemmtilegt ferðalag og svo kom ég Höllu á þetta þegar að ég var byrjaður að framleiða 2022 og hún hefur bara varla mist úr heldur, hún er orðin háð þessu. Já, eins og þú sagðir áðan, hvað fannst mikið mun? En ótrúlega mikið mun og svo hef ég verið að prófa líka vöruna sem að Bjössi vonast til að koma með næst og það er bara magnað hvað er hægt að búa til spennandi, hvað sköpunin er og náttúran færir okkur mörg tækifæri, allt frá því að við fórum hérna í jarðvarmanum 1970 eitthvað og í það að nú er ótrúlega mörg frumkvöla fyrirtæki að vinna áhugaverð bætaefni og heilsubætandi vörur úr íslenskri náttúru. Og það er auðvitað spennandi að ég hef lengi verið að kenna frumkvöla fræði og nýsköpun frá því að við fórum að stað með Háskólann í Reykjavík og alltaf haft mikinn áhuga á þessu að ég hef séð svo ótrúlega mörg fyrirtæki búa til spennandi vörur en oft erfiðar að koma þeim kannski í dreifingu og sölu út fyrir landsteinana. Þannig að ég hef ekki að segja að mér hafi fundið spennandi hugmynd þegar að Bjössi vildi fara á staði þetta að við gætum jafnvel unnið með í samstarfi við mörg önnur frumkvöla fyrirtæki sem eru með góðar vörur og völdum eða Bjössi valdi strax upp að vinna með samstarfsfólki í Bandaríkjunum sem að kann á markas- og sölumál í Bandaríkjunum. Þannig að samstarfsformið þetta er verið að vinna með norræna náttúru og vellíðanar, sko að auka vellíðan úr einhverju sem áður var hent, gjarnan úr hagkerfinu sem að býður upp á marga spennandi möguleika, ekki síst þessi misserinn og að gera það í samstarfi við fólk sem að veit hvernig þú reynir að vinna þetta inn á nýja markaði. Þannig að vera sendiherrar íslenskrar náttúru og sköpunar er eitthvað spennandi fyrir fyrirtæki. En þetta er náttúrulega búið að vera gríðarlega mikill skóli því að hérna á Íslandi við erum svo fámenn og ef að kemur eitthvað vara út að þá er auðvelt bara setja eina auglýsingu í blöðin eða eitthvað og þá vita flestir að því en þarna skiptir svo miklu máli að þú einbeitir þér vel að brandinu og markasetningunni og þú vinnir það í raun og við unnum það löngu áður heldur en það var nokkur vara orðin til þannig að við vorum búin að vinna að hugmyndafræðinni í 3,5 ár áður en nokkur vara var til og þeir sjóðir og einstaklingar sem að við vorum að leita til og skoða jafnvel upp á fjármögnun að gera hérna á Íslandi hafa einmitt hort svolítið til okkur og sagt vá, þetta er svo og gjör ólíkt því sem er að gerast með íslenska vörur á Íslandi. Við byrjum ofta á vörun og svo er peningurinn búinn þegar það á að fara að markaðssetja. Þannig að varan er í rauninni bara fullmótuð en það vantar kannski söguna af hverju eru það að selja þetta. En Bandaríkjamenn það skiptir svo miklu máli þegar þú ætlar að ná fótfestu á markaðinu þar að þú aðgreinir þig og að þú getur útskýrt það af hverju þú ert að fara að selja þessa vöru, ekki bara hér er þessi vara, kaupið hana, af því hún er langbæst í heimi eða eitthvað svoleiðis, eða kemur frá Íslandi. Það er ekki, þeir bara íta því til hliðar og finna sér eitthvað annað. Mér er svo sorglegt samt hvað það virðist vera þannig að vörur sem að eru raun og ekki góðar fyrir okkur. Það er eins og þær fá meira fjármagn til þess að auglýsa sig eins og allir þessir orkudrykkir. Það vera auglýstað út allt. Og ég er bara ekki talsmaður orkudrykkja, sérstaklega þeir eru með gerfisætum og gerfiefnum, sem þeir eru flestir, ekki kannski allir.
en mér finnst svona, ég veit ekki hvað það er, kannski er það bara, kannski teki bara mér eftir því, því að ég er ekki hlindi. Já, eða bara fjöldin þar því miður og þannig að sko magnið af vöru sem hægt að selja meira og þannig að verða til meiri fjármunir sem í sjálfu sér, þetta eldir dálítið skottið á sér, við þurfum að breyta neyslumunstri okkar til að þetta breytist. En þetta flókið, en ég sammála því að það oft miklu fjármagni varið í að auglýsa eitthvað sem okkur ekki gott og jafnvel okkur sagt að það sé okkur gott. Hafið þið heyrt gjörunnin matvæli? Það rosa mikið á ensku kalla UPFs eða Ultra Processed Foods. Sko, samkvæmt einhverjum nýjum tölum talað sko að bresku ungmenni 80% af því sem þau neyta eru svona gjörunnin matvæli og ég bara hugsa, ef maður myndi gera svona rannsókn á Íslanda, þetta væri kannski svipað, það finnst mér svo bara að fara beilt í hjarta. Sammála, fallegt orð, gjörunnin matvæli, ég hafði ekki heyrt þetta orð. En já, það auðvitað kannski grunnurinn í heilbrigðu mataræði að vera ekki að borða þessi unnu matvæli, að vera að borða mat sem búin frá grunni. En þetta líka þegar ég var í náminu þá kynntist ég svolítið út í Bandaríkjunum að þar þekkingin fyrir bæði hvað þú ert að setja ofan í þig og líka bara kunnáttan að elda miklu minni og svo bætur við að varan sjálf sem þessi gjöruna, hvort sem það hún ódýrari próteinstykki sem bara gjörunnið eða hvort þú ferð á McDonald's og ferðir hambúrgara, þetta miklu ódýrara heldur en að þú ferðu út í búð og kaupir og svo þetta líka eins og í Bandaríkjunum að það mjög mikill verðmunur á hvort þú ert að kaupa lífrænt eða ekki og bara aftur ef þú ert að fara inn í að kaupa og borðar gremmeti til dæmis þá ekkert gott fyrir þig að borða ekki lífrænt í Bandaríkjunum af því að það mikið notað af skordýraeitri og svo framvegis þannig að þetta ofsalega flókið sérstaklega líka þegar verðpunkturinn miklu lægri fyrir þessa gjörinu matvæli. En næringagildið náttúrulega ekki neitt og það ekkert allir sem að kunna að horfa á miða sem ofta allt og litli, sérstaklega fyrir okkur sem þurfum að nota glerum og lesa úr því hvaða sem skiptir máli þegar þú ert að fá í líkamann og oft þetta fyrst sem minnst á í næringagildinu oft bara sykur eða eitthvað sem að þú átt ekki að vera að setja onni þig. Ég svo heppin og þessu önn fekk ég að vera með áfanga sem heitir heilsa og ég kalla hann heilsulæsi og þá var maður akkurat bara að reyna að kenna úlingunum þetta, lesa utan á umbúðir og hvað prótein, hvað fita, hvað kolvetni, af hverju þurfu þetta allt, hvað eru trefjar og líka þetta ofta misvísandi utan á umbúðunum að það stendur kannski hversu margar hitaeiningar eða eitthvað og þá það kannski bara 1 skammtur svo lestu þá þetta kannski 5 skammtar og þú borðar allan pakningun eða allan pókan þannig að þú ert kannski að borða 5 sinnum meira en þú helst þú færir að borða þannig að það held ég bara þetta eins og þú talar að þekkingin ekki til staðar þetta eitthvað kannski sem við þurfum bara að leggja áherslu á að kenna bara frá leikskóla eða grunnskóla Já, miklu, ég held að við þurfum að gera það og bæði þá í skólanum en líka bara á heimilinu því að stundum bendum við á kennara og þeir að laga allt einir og sér, ég held að við foreldrar og samfélagi þurfum að taka þátt en það auðvitað sko, það engin spurning í mínum huga að við erum á miklu betri stað á Íslandi hvað þetta varðar heldur en í Bandaríkjunum það sem að skyndibitinn bara á hverju horni og svo miklu ódýrari og þannig að hér erum við með mun betri hráefni, maturinn betri hér borðum við betur, við eldum meira það verið að selja íbúðir í New York borg núna sem ekki einu svona eldhús í þeim því að það bara orðið í rauninni, undatækninga fólk eldi heima og hvað þá og það bjóði fólk heim í mat Það byrgjað Þannig að ég held að það það og ég held að við ættum bara að velta því líka fyrir okkur hvernig við stöndum vörð þetta því að matvæla öryggi og sko matur sem við erum ekki að flytja langt að og búin til með heilbrigðum hætti eitthvað sem við ættum að leggja áherslu á ekki bara fyrir okkar heilsu heldur líka bara til að standa fyrir það í hugum 8, 9, 10 sinnum íbúafjöldan sem kemur hér og heimsækir okkur árlega. Og við heyrum til dæmis gjarnan frá þeim gestum sem sækja okkur heim að bara fá hvergi betri mat, að kokkarnir okkar séu frábærir, að hráefnið séu frábært,
að allt í sambandi við Ísland það svona fær mjög svona jákvæð ummæli hjá okkar vinnum sem að sækja landi heim og það eru nokkur fjöldi og við bara gætum ekki verið meiri sammála, við finnum fyrir þessu sjálf þegar við komum heim hvað auðveldar að fá betra hráefni hér og bara hvað íslenskur matur góður, íslenskur fiskur, það kannski efstablaði. Þannig að hvernig gætum við þá nýtt betur sérstöðu Íslands til þess að bara bæta heilsu þjóðarinnar? Ég held að þarna séum við þarna erum við aftur dálítið bara að láta hlutina gerast frekar en að hafa eitthvað áttavita í kringum þetta. Okay. Mig dreymir að Ísland seti sér sambærilega metnaðarfulla stefnu eins og Costa Rica gerði gagnvart sínum ferðaþjónustuðnaði. Þeir ákváðu bara verða sjálfbær velliðunar staður til að sækja heim og þangað kemur fólk í velliðunarferðir í löngum bönum, í stundajóga eða veri í hreinni náttúru og svo framvegis. Við þurfum ekkert endilega að gera það eins og þeir eða Bútan annar staður þar sem fólk býður í nokkur ár eftir að fá að heimsækja borgar $100 á dag fyrir að vera í landinu og verður að nota leiðsögumenn eða konur sem eru úr landinu og að kenna virkilega hvernig þau eru að reyna að byggja sitt land upp á grunni ákveðnar hugmyndarfræði. Mig dreymir að við setjum okkur þá metnaðarfullu hugmyndafræði fyrir Ísland að Ísland ætli sér að vera sjálfbært land þar sem hollur og heilbrigður matur og heilbrigt líf og við leggjum áherslu á hamingju og velliðan og sýnum það í öllu sem við gerum og forðumst þá styðjum við og tryggjum að hvatarnir styðji við heilbriði og velliðan en ekki óhollustu og skyndimat eða umgangum náttúru sem okkur ekki til sóma. Ég held að þetta væri spennandi verkefni fyrir okkur að takast á við því að greinilega áhuginn mikill á Íslandi og upplifun fólks góð en getum við gert hana þannig að hún standi upp úr öðrum valkostum og mun það vera sterkari ferðaþjónusta, sterkari samfélag til lengri tíma litið ef við gerum það. Ég tel svo að vera. En það þarf ákveðið hugrekki til að setja sér slíkan áttavita og reyna að stilla saman strengja á milli allra aðila í samfélaginu að við ætlum að fara þangað en ekki endilega herma eftir því sem annars þar hefur verið gert og sumstaðar við höfum lært af að ekki svo gott. Hvert okkar hefur hlutverk og við eigum að leggja okkar mörkum til þess að leiða jákvæðar breytingar. Þetta er úr bókinniðinni. Hvað hafið þið haft að leiðarljósi hingað til og hvernig sjáum við þetta fyrir ykkur á næstu árum? Þannig að við getum lagt okkar af mörkum til að hafa jákvæðar breytingar. Sem einstaklingar? Sem einstaklingar, já, því við erum aðeins búin að vera að tala Ég skal byrja á að gefa Bjössa kost á að hugsa. Kannski ætti ég að segja hvað ég held að segja hjá Bjössa og leyfa honum að segja hvað ég held að segja hjá mér. Ég vil meina það að hann bætir við, ég vil meina það að Bjössi sé bara alltaf að reyna að hjálpa fólki að líða vel. Það bara í gegnum heilsu, næringu og umhyggju, einstaka umhyggju. Hann getur örugglega bætt við. Ég held að mitt leiðarljós hafi áallt verið að reyna að gera gagn og láta gott að mig leiða í samfélaginu og ég uppgötaði ekki fyrir en ég var orðin dálítið eldri að það þyrfti að byrja innra með mér þannig að ég hef verið að verða öflugri í því en ég hef áhuga á að virkja, í rauninni sé ég minn tilgang sem að virkja eigið hugrekki og minn innri leiðtoga sem og annara til þess að gera gagn og ganga til góðs í sínu samfélagi hvar sem þú hefur kost á. Það þurfi ekki allir að vera að vinna sjálfbærni og jafnrétti en hjá mér velliðan fólks og umhverfis í viðskiptalífinu, í hagkerfinu, í samfélaginu, eitthvað sem að ég vil ná að normalisera. Að það sé eðlilegt þegar að fyrirtæki setja sér markmið, þegar að við hugsum hvernig við byggjum upp efnahagslífi, þegar við setjum samfélagslegar áherslur, að velliðan fólks og umhverfis seti þar samhliða öðrum hefðbundnar í mælikvörðum. Það hefur eiginlega verið svona stóra áherslan hjá mér, allar götur frá því að ég man eftir mér, en það tók mig eitthvað tíma að átta mig á að mitt hlutverk væri að hjálpa bæði sjálfri mér og öðrum að gera þetta af kjarki, því að það er miklu auðveldara að halda bara áfram að segja svona eru bara hlutirnir, svona hafa þeir alltaf verið og við skulum bara hafa það þannig áfram. Þannig að sem frumkvöðl, sem forsetaframbjóðandi, sem foreldri,
þá hefur verið að reyna að leggja þetta svona stækka skilgreiningun af árangri. Þannig að hún feli í sér veljiðan, hamingju fyrir fólk og umhverfi og við leifum ekki bara hlutunum að þróast áfram á grunni hagnaðar eða hagvaxtar eingöngu. Það bara of þröng sýn á það sem skiptir okkur raunverulega máli. Algjörlega. Og ég kom eftir þessu. Jú, sko, mér langar til þess að fara aðeins aftur til þess sem að þið töluðum áttavitan og hvað það skiptir gríðarlega miklu máli að fólk tilengi sér það að setja sér og búa til sinn eigin áttavita. Og ég vildi óska þess að ég hefði gert það fyrr, af því að þá liði mér miklu betur í mínu skinni fyrr, af því að maður er alltaf í baráttu við að þykjast vera ykkur út af samfélagslegri pressu eða hvað það nú er. En ef þú ert búin að vinna þessa vinnu, þá ert þú bara, setur þú sáttur í þínu skinni. Og eins og Halla talaði um hana, svo breytist áttavitin en þá vinnur þú með það. En þegar ég fór að fara í þessa vinnu og sko aftur komandi úr Grindavík, þar sem að allir sem ólist upp voru í kringum mann voru bara í sjómenn eða unni fiski og ég vann í fiski og íþróttamenn og svona harka og svo var bara að djamma helgar eða eitthvað svoleiðis. Og ef að ég hefði sagt þá að mitt hlutverk væri að næra fólk, að þá hefði ég óbyggilega bara verið slegin niður. Já, enginn að tala tilfinningar en ekki á þessum tíma. En svo uppgöta maður hver minn tilgangur er, og þá verður allt miklu auðveldara og þá sé ég það bara að mig langar til þess að láta gott að mig leiða þegar kemur að heilsu og næringu, og mér langar til þess að bjóða fólki mat og gefa þeim að borða, og mér líður aldrei betur heldur en þegar það er laugadagur og fullt af fólki koma í heimsókn og ég er að elda fyrir þau og gleðin sem ég fæ út úr því er bara gríðarleg. Hvenær á ég að mæta? En svo náttúrulega bara til þess að taka áfram, að því að Halla er í forsetaframboði og við erum á þessari vegferð núna, að þá held ég að ef að við myndum enda á Bessastöðum, að þá væri ég gríðarlega spenntur fyrir því að taka stóran þátt í að móta þessa umræðu í samfélaginu. Þegar kemur að næringu og heilsu og hreyfingu og svefni og mataræði og svo framvegis. Þannig að þetta er ekki, og af því ég er búin að fara í gegnum hluta af þessari innri vinnu, að þá líður mér bara vel með hvar ég er stattur í því ferli. Og ég á svo auðvelt með að vera tilbúin að sýna fólki hvar ég er og hvernig ég get hjálpa, af því að maður finnur svo fyrir því, og sérstaklega eins og í Bandaríkjunum, að það sem við höfum verið, að fólk horfi til manns og það skynjar að maður sé að gera einhverja hluti rétt. Hérna á Íslandi er þetta öðru í sig, því að það eru allir, þú veist, við erum svo mikið í hjarðheiðunum fólk, það eru allir í einhverju, en maður upplifir þetta miklu meira þarna úti út af því að þar sker maður sem meira úr. Þannig að ég upplifir það og maður uppgötar það að maður er á einhverjum stað þar sem að fólk horfir upp til manns út af því að maður er að gera einhverja hluti rétt. Gerir fullt af hlutum vitlaust líka, en það er þarna, og ég vil hjálpa fólki að upplifa þetta líka. Þannig að það er svona mín 2% á þetta. Æðislegt. Eitthvað að lokum? Bara takk, heilsu Erla, fyrir að skrýta að kalla það heilsu Erla. Nei. Takk fyrir að vera bara kennari og fyrirmynd í þessum málum og búa til stað þar sem að má ræða þessi mál. Ég er þér bara mjög þakklátt, því að ég held að sé ekkert starf mikilvægur en að vera kennari og að kenna fólki að vinna með eigin heilsu, þá bæði þessa innri og ytri, og er eitthvað sem er grunnurinn að því að við búum við góða samfélagslega heilsu, þannig að ég er bara þakklátt. Takk fyrir samtalið líka. Já, takk fyrir að koma, bara yndislegt að fá okkur. Yndislegt að koma. Erum við eitthvað sem þú vilt segja lokum, eða erum við bara orðin góð? Er þetta ekki bara fín? Ég held það. Eða, þú veist. Jú, þetta er bara æðislegt. Já. En bara takk fyrir að koma, takk fyrir að gefa ykkur tíma og gangið rosa vel í kosningabaráttunni. Takk fyrir. Og þú hefur mitt atkvæði. Takk, elsku Erla.
Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.